Herðu, stór dagur í dag, 8. maí 2026, dagurinn sem ég er búin að vera að bíða eftir í mörg ár. Það eru fáar samsæriskenningar eftir, það er flöt jörð og held ég engin önnur. Stríðsmálaráðuneytið, farið inn á heimasíðu stríðsmálaráðuneytis Bandaríkjanna war.gov, war.gov. Þar efst í horninu er banner, það er punktur sem heitir UFO. Klikkið á hann, farið þangað inn. Þið eru með það bil 160-70 skjöl, skýrslur, allt frá 1948 til nánast dagsins í dag. Við erum að tala um skýrslur, við erum að tala um skýrslur frá vitnum, allt frá almennum borgurum til geimfara. Við erum að tala um ljósmyndir sem voru teknar á yfirborði tungsins á tímum Apollo geimferða áætlunarinnar og það sem að voru tekna myndir á yfirborðinu og það sem að við erum að horfa á flíildi á himni, sko, bara teknar af yfirborði tungsins. Ertu að grínast í mér? Við erum að tala um hérna, Jesus, ég er að missa mig, ég er búin að vera í geðrofi í dag sem þetta kom út. Þeir eru sem búinir að sleppa þessu og ætla að sleppa þessu núna vikulega inn á war.gov. Sko, við erum að tala um hérna, og haldið ykkur fast, ég er ekki það tæknivættur, ég geti hendið sinni upp og skjá, svona svo alvöru podcastarar. Ég er algjörlega, ég er með alvarlega þroskaskerðingu hvað var að tækni, en skrifið þetta niður. Mál PR 47, 46, 38, 34, 29, 28, 27, 23. Þetta eru svakaleg myndbönd sem að hafi verið gerð opinber og birt og þá sérstaklega hérna er ég að horfa á, hvar eru við með þetta átthyrnda? Það er mál PR 38, Mið-Austurlönd 2013. Við erum að tala um átthyrnda stjörnu eins og sé klift út úr einhverju lélegri súpumamynd, bara hérna sveimandi hérna í einhverju áreynslu lausi, bara hérna, veist, engin útblástur, engin hitamyndun, ekki neitt. Við erum að tala um hérna bæði, sko, Grikkland og United Arab Emirates, Grikkland hérna 2023. Við erum að tala um flíildi á bara yfir sjó, ótilgreind stærð á 150 km hraða eða cirka 80 mílur, takandi sko beygjur og punktinum 90 og 180 gráðu beygjur. Þetta á ekki að vera hægt. Sko, við erum að tala um hérna 7. janúar 2024, líka saminuðu fyrsta hana arabadæmin, bara svona octopus flíildi yfir sjónum. Við erum að tala um 1. janúar 2024, sem sagt yfir Grikklandi, hátt í skíunum, teardropped UFO, bara eins og tár. Við erum að tala um sko svakalegt myndband, Írak 2022, það tekið yfir þéttbýli, svakalega skýrt, það fer bara svona búkasphere, bara yfir allt raslið. Veist, við erum að tala um 7. janúar 2024, já, það er octopusin, já, veist, þetta er bara svakalegt, þetta eru 26 myndbönd allt í allt, haugur af ljósmyndum. Sko, ég er algjörlega að missa vitið hérna. Við erum komið með óvéfenglegar sannanir fyrir því, vill ég meina, að við erum ekki ein hérna, altså mennirnir á jörðinni. Það eru einhverja verur hérna á jörðinni, hvort sem það séu búin að vera hérna allan tíman eða ekki, sem að búa yfir tækni sem er svo ótrúlega bunch mikið hérna framar en við erum hérna bara eins og einhverjir steinaldamenn við hliðina á þessu sem við erum að sjá í þessum myndböndum. Við erum ekki ein, það er búið að sanna það. Ja, ég vil meina það. Þetta verður vikulega. Það er eitthvað af þessu mjög yfirstrikað. Ég meira þess að rakst á skjölarna sem eru svo yfirstrikuð að þau eru bara svört, bara alveg svört. En svo er hellingur á upplýsingum. Ég er ekkert byrjað að blaða mig í gegnum PDF-skýslurnar en ég er búin að renna yfir öll myndböndin og það er sem sagt þetta 46, 47, já, sem sagt 47, 46, 38, 34, 30, já, 29, 28, 27, 23. Þetta eru myndböndin sem að mér fannst standa allavega virkilega út úr. Fylgist þið vel með núna? David Grush sagði í viðtali næstu 60-90 daga þá fer bókstaflega allt á hliðina. Þetta er rétt að byrja. Þetta verður vikulega verður þessum gögnum sleppt inn á war.gov. Fylgist þið þar með. Fylgist þið með geimsýrunni.
og ef þið viljið vita meira það sem búið að staðfesta tilvist ójarneskra, mögulega ójarneskra vera sem að búa yfir tækni sem stendur okkur talsvert framar. Ef þið viljið vita meira þá lesið þið bókina UFO 101, hún er hérna bak við okkur og þar er kortlagning því það þarna er verið að birta þetta svona svolítið, bara svona, já hér er þetta, við veitum ekkert hvað þetta er. Djók! Það er nefnilega einmitt ekki þannig. Ef þið lesið UFO 101 þá sjáu þið kortlagninguna á samsæristilburðum djúpriki síðustu 80-90 ár. Þetta er raunverulegt. En þarna er virkilega eitthvað komið á stað, eitthvað bolti sem mun verða til þess að í meginstraums umfjöllun verður það núna opinberlega viðurkennt að það er eitthvað mjög dúbíus í gangi. Það er ekki annað en að hægt að segja það, krakkar. Herru, þið verðið að afsaka, ég er svolítið æstur, ég er hérna, eins og ég segi, þetta droppaði í dag og mér finnst þess að ég sé búin að fá fíl í fangið. Ég veit ekki hvar ég á að byrja. Þetta er ótrúlegt. Ég verð á bylgjunni á mánudagsmorgun klukkan 8:30, ætla að vera búin að jartengja mig vel fyrir það, en svo ætla ég að grúska í þessu núna svona helgina ásamt að ég það greinilega að fara að uppfæra allavega einn kafla í bókinni UFO 202 sem kemur út núna í lok sumars. En við erum að tala þarna staðfestingu á því stæðsta sem nokkuð tíman mannkyni hefur fengið að verða vitni að. Það er bara ekki þannig. Það er ekkert stærra en það að fá það staðfest og vita að við erum ekki ein. Þá getum við loksins staðið aktúa gagnvart einhverju sem við skiljum ekki, höfum enga stjórn á og hvað er annað hægt en að segja bara amen, ég bara gef mig þér á vald. Það er svolítið þannig, við höfum ekki roðið þetta, það er bara þannig. Herra öskurnar, shit, ég ætla að fara með stelpunum minni núna á hraðlestina, borða eitthvað indvest. Þið heyri meira frá mér, mögulega í kvöld, allavega á morgun, þar til næst, skeptísk, skoðið allt, war.gov, UFO-dálkurinn efst upp til hægri. Þetta er opinber heimasíða með UFO-dálki. Eruð þið að skilja það? Svakalegt. Ok, takk, bye.